Mörg þúsund manns sátu fastir í bílum sínum víðsvegar höfuðborgarsvæðið í dag í mestu ófærð sem orðið hefur í áraraðir. Blindbylur hefur geisað á landinu í dag og olli miklu umferðaröngþveiti í höfuðborginni. Margir sátu tímunum saman fastir í bílum sínum og hátt í 15 bíla árekstur varð í Kópavogi. Jóhanna Margrét Gísladóttir hefur fylgst með veðrinu, eða óveðrinu í dag. Hérna í Álftanesbrekkunni sátu bílar fastir í morgun og sumir höfðu beðið alltaf klukkutíma að komast leiðar sinnar. Ég ætlaði með barni í skólan en sneri við þegar búið að taka 40 mínútur að komast, 1/3 af leiðinu sem tekur venjulega 10 mínútur að keyra. Hér er allt stopp eins og við sjáum út um allan bæinn og ég átti að vera komin upp á Hestfjall fyrir rúmur klukkutíma. Hvaðan? Ertu búin að vera að keyra hvað í borginni í morgun? Já. Allt stopp alls staðar? Alls staðar og litlir þeir voru ekki að þvælast fyrir bara. Þessir menn frá Hjálparsveit skáta í Reykjavík höfðu verið að sækja fólk á Hellisheiði. Það alveg snarvitlaust öðvöld, maður sér ekki fram fyrir bílum. Keyrt eftir GPS-tækinu? Já, maður eiginlega segja það, maður horfir á götuna út hliðarrúðuna. Og í stjórnstöðinni var fjöldi björgunarsveitamanna að gera sig klára í hin ýmsu útköll. 12-15 bíla árekstur var hér á Hafnarfjarðarveginum 11 í morgun og tók það lögreglu og slökkvilið langan tíma að losa á stíflunni og myndaðist bílaröð langan veg hérna tilbaka á meðan. Og það var hérna pakkaði saman eitthvað 15 bílar klestir saman. Og voru eitthvað slys á fólki? Nei, það var allt minniháttar slys. Fórum heldur við 2 eða 3, ekki alveg viss hvort það var 2 eða 3 á slysdeild, bara til öryggis. En annars var fólk allt bara rólegt í bílunum og svo komu björgunarsveitir og tóku og fóru að flytja fólk heim. Bílarnir voru illa farnir en allir voru óslasaðir. Og var lögregla og slökkvilið lengi á svæði? Nei, þeir voru ekki nema kannski kortir á staðinn. Þú varst kannski heppinn að lenda ekki í þessu sjálfur? Já, bara passa bilið. Vegurinn var loks opnaður aftur upp úr hádegi en þá höfðu margir setið fastir tímunum saman. Have you been waiting here a long time? About an hour. How do you like the weather? It's a bit different. Jóhanna Margrét á ferðinni og fyrir þau ykkar sem vilja fá að vita hvernig ástandi verður í fyrramálið er rétt að geta þess að hún Elísabet sest hér eftir andartak og svarar nákvæmlega þeirri spurningu. En fyrst þetta, hátt í 400 manns hafa sinnt björgunarstörfum á höfuðborgarsvæðinu í dag vegna óveðursins. Mörg hundruð símtöl hafa borist neyðarlínunni en slökkviliðsstjóri biður fólk að íhuga vandlega áður en hringt er hvort það sé í raunverulegri neyð. Jóhanna Margrét Gísladóttir aftur. Þetta hefur gengið þokkalega. Við erum með öflugan mannskap í þessu sem hefur komið okkur til aðstoðar. En vandamáli hefur kannski verið fyrst og fremst þessi bílar, mannbúni bílar og fólk ekki farið eftir þeim tilkynningu sem hefur komið frá okkur. Samtals hafa yfir 200 björgunarsveitamenn, hátt í 80 slökkviliðsmenn og 20 lögreglumanna verið að störfum í dag við að aðstoða fólk, auk fjölda annarra frá vegagerð og sveitarfélögum og var samhæfingarstöð almannavarna virkill að stjórna aðgerðum vegna hátt í 200 útkalla. Það komu gífurlega mikið að hringingum inn og það voru með þess að komið þannig að það voru bið, nokkra mínútna bið í að þurfa að geta svarað. Þannig að menn þurfa aðeins að velta fyrir sér, er þetta neyðarsímtal sem ég er að hringja eða er þetta einhver svona upplýsingar sem ég langar í? Þannig má ég koma í veg fyrir að neyðarsímtöl til dæmis vegna hjartaáfalla lendi á bið hjá neyðarvörðum en mikið hefur borið á því að fólk hafi hringt í neyðarlínuna í dag til dæmis til að spyrjast fyrir færið innan bæjar. Hvernig voru þið viðbúin við þessu veðri? Við vorum að fylgjast með veðrinu í gær og eins og við upplifum þetta þá myndi þetta vera slæmt veður en ekki svona slæmt og ekki koma svona fljótt. Hann segir að byrjað hafi verið að skipuleggja aðgerðir klukkan 7 í morgun og unnið hafi verið í samvinnu við skólayfirvöld þegar veðrið versnaði milli klukkan 9 og 10. En skólahald raskaðist í mörgum skólum í dag og báðu almannavarnir fólk að bíða fram til klukkan 3 síðdegis til að sækja börn sín í skóla í efri byggðum borgarinnar. Númer 1, 2 og 3, við vildum kannski ekki endilega fá foreldrunum út á götuna þegar vorum að glíma við öll þessi vandamál sem Ágúst var að lýsa á. En í dag held ég að það er alveg töluvert að sem við getum lært og gert betur næst. Þeir biðja fólk að fylgjast vel með fréttum í fyrramálið til dæmis varðandi skólahald. Þið hafa náttúrulega varað fólk við að vera ferð nema í bráðri nauðsyn. Gildir það ennþá núna í kvöld? Ég held að sé svona bara einhver heilbrigð skynsemi sem er besta veganestið inn í kvöldið og inn í nóttinu og morgundaginn. En fólk ber bara ábyrgð á sjálfu sér. Og stórhríð hefur geisað á Norðurlandi í dag og ófært er víða milli þéttbýlisstaða. Þá hefur grjótfok valdið usla í Öræfasveit og ekkert ferðaveður er víða á Suðurlandi. Jóhanna Margrét Gísladóttir heldur áfram.
Vonskuveður hefur verið á Suðurlandi í dag og ekkert ferðaveður. Vegunum Hellisheiði og Þrengsli var lokað og stóð Vegagerðin vörð við Þrengslaafleggjarann. Við erum að reyna að loka þessu þannig að menn sé ekki að álpast upp yfir og festa sig og gera meira veður úr því og það verður meira vesins sem það meir. Þannig að við reynum bara að loka gatnamótunum. Óveðrið hefur einnig geisað með miklum vindhviðum undir Eyjafjöllum og í Öræfasveit var það ekki snjór og skafrenningur sem hindraði ökumönnum för, heldur grjótfok og var mikið rúðubrot í bílum sem voru þar á ferð. Þá hefur verið hvassviðri og leiðindaveður á Vestfjörðum í dag. Gengið á með dimmum éljum og miklum skafrenningi. Steingrímsfjarðarheiði hefur verið ófær og Þröskuldar sömuleiðis og þurftu björgunarsveitarmenn að aðstoða ökumenn þar í dag, en allir vegir innanbæri á Ísafirði og öðrum bæjum eru færir og öll börn fóru í skólan í dag. Mjög slæmt veður hefur hins vegar verið á Norðurlandi, stór hríð geisaði í Húnavatnssýslum og Tröllaskaga. Ófært er Öxnadalsheiði og Siglufjarðarveg, en okkar maður í Skagafirði tók þessar myndir við afleikjarann á Hólum þar sem búið var að keyra niður vegmerkingar. Ófremdarástand skapaðist á höfuðborgarsvæðinu í óveðrinu sem gekk yfir landið í dag. Björgunarsveitir sinntu yfir 300 útköllum og stórir árekstrar ollu miklum umferðarteppum. Óveðrið sem hefur geisað víðast hvar landið í dag setti samgöngur á höfuðborgarsvæðinu á annan endan. Björgunarsveitir sinntu yfir 300 útköllum í borginni og fjöldi fólks leitaði sér læknisaðstoðar eftir umferðarslys. Lögreglan hvetur fólk til að vitja bíla sem skildir voru eftir víða borgina, svo ryðja megi göturnar. Ófremdar ástand skapaðist á höfuðborgarsvæðinu í dag því hefðbundin þung borgarumferð í skilyrðum sem þessum fór algerlega úr skorðum. Allar björgunarsveitir voru að störfum auk lögreglu, slökkviliðs og sjúkraflutningamanna og verkefnin voru ærin. Verst var líklega ástandið á Hafnarfjarðarvegi við Kópavogslækinn í morgun þar sem árekstur hátt í 20 bíla varð og mikil umferðarteppa myndaðist. Ég held að við séum búin að vera núna í eitthvað 1,5 tíma við að reyna að greiða úr þessar flækju. Þetta voru allir bílar hérna þess og kruss og fæstið saman. Þannig að við erum búin að vera að nota slökkubílinn okkar til að draga þá í sundur og reyna að koma þeim bara hægra megin á akreinina. Svo við getum fara að hleypa umferðin á. Maður hefur verið valla að sé þetta svona. Og já, maður hefur ekki lent í svona aðstæðum áður. Þetta náttúrulega veðrið og skygnið, það náttúrulega alveg, bara ekki neitt. Almannavarnir hafa lýst yfir í rauninni að ófært sé á öllu höfuðborgarsvæðinu og það þarf svo sem ekki að spyrja af hverju. Það varla hundi út sigandi eins og aðstæður eru núna. En þetta bara stórhættulegt. Þetta bara, ég var komin inn að komast heim og það bara munaði engu í tvíganga maður lenti í svona stóru óhappi. Þetta voru bara nokkru metrar í þetta skipti, ég slapp. En þrátt fyrir aðstæður sýndu ökumenn þolinmæði og tóku flestir biðinni með jafnaðargeði. Þú ert búin að bíða hérna í þessari, hefur verið fast í þessari umferðarteppu. Þú ert með tölvuna, ertu búin að geta nýtt tíman vel? Já, aðeins. Ég er að læra bara og reyna að hafa það kósí. Kemur sér vel að þú tókst hana með? Já. Og ertu að fara heim eða á að reyna eitthvað að vera í umferðin áfram? Nei, ég held ég fari bara heim. Við erum búin að bíða núna í, rúma 1,5, eitthvað slags. Hefur litli kúturinn alveg rólegur? Já, mestmegnis. Já. Þannig að þið bara dundu ykkur og engin hætta á ferð? Nei, allavega ekki núna. Nei. Það leist ekki á það hérna fyrst, sko. Verulega dró úr umferðum hádegisbil enda var fólk hvatt til að halda sig heima. Fjöldi ökumanna þurfti að skilja bíla sína eftir fasta á víð og dreif borgina. Það einmitt nákvæmlega aðstæður eins og þessar sem mjög margir hafa verið að glíma við í dag. Það ansi slæmt skyggni, kemur góður hvellur, menn sjá ekki út úr augum og lenda út í skafli. Og þegar veður virtist skaplegra reyndu menn að nýta tækifæri til að skjótast út og koma öðrum fjölskyldumeðlimum heim. Ekkert með skóflu eða neitt til að hjálpa til moksturinn? Nei. Já, grafið í garðinum, einhverstaðar undir snjónum. Þú hefði kannski átt að fara í úlpu eða ekki? Já, það hefði nú verið aðeins betra af, sko. Allt innanlandsflug hefur legið niðri í dag og í morgun var tímabundið að hætta akstri strætisvagna vegna ófærðar. Þessum hundi sem beið þolinmóður á stoppistöðum miðjan dag hefur vonandi ekki orðið meint af. Slökkviliðsstjóri höfuðborgarsvæðisins segir að tónninn þurfa að vera skýrari þegar skilaboð eru send til foreldra skólabarna í óveðrum. Misvísandi skilaboð bárust foreldrum í dag hvort þeir ættu að sækja börn sín eða ekki. Samhæfingarmiðstöðin í Skógarhlíð var virkjuð í morgun þegar veðrið var orðið það slæmt að færð var tekin að spillast. Þá höfðu skólastjórnendur fengið þau skilaboð frá yfirvöldum að foreldrar ættu að sækja börn sín í lok skóladags. Skömmu fyrir hádegi var haldinn stöðufundur og eftir hann var foreldrum sagt að sækja börnin ekki. Skilaboðin frá okkur voru þannig að þegar hér voru að glíma við 20 bíla árekstur og ófærð út allt,
þá vildu ekki fá fleiri bíla út á götuna. Þannig að bara börnin eru örugg í skólanum, foreldrin eru örugg í þar sem þeir eru. Dæmi voru þó skilaboð frá nokkrum skólum að sækja ætti börnin strax, en það var svo leiðrétt. Jón Viðar segir leitt að misskilningurinn skildi fara af stað, en það geti átt sér ýmsar skýringar. Til þess bara það að börnin eru öll með GSM síma í dag og það var kannski verið aðeins að segja foreldrum sem að gera eitthvað sem áttu ekki að gera. Það vilja allir vinna í takt en tónninn þar er greinilega að vera aðeins skýrari og sterkari. Börnin í Kelduskóla virtust hins vegar hafa litlar áhyggjur af misvísandi skilaboðum og undu sér vel þrátt fyrir að þurfa að bíða aðeins lengur eftir foreldrum sínum en venjulega. 1:30 var gefið leyfi til að sækja börn í skóla vestan Kringlumýrarbrautar og síðan annar staðar rúmri klukkustund síðar. Allt gekk vel í Kelduskóla og hjá öðrum skólum sem Fréttastofa hafði samband við. Lagana verðir voru engu að síður mættir til að tryggja að allt gengi vel. Víða land hefur verið vonskuveður og ófærð og björgunarsveitir því störfum hlaðnar. Í Víkurskarði var náð í fólk sem hafði setið þar fast í 9 tíma. Við erum rétt fyrir neðan Víkurskarð, við erum að ferð með björgunarsveitinni Súlum. Við ætlum að fara upp í skarðið í bandsjóðandi vitlausu veðri því þar eru 6 manns sem að sitja föst í 3 bílum. Við ætlum að reyna að gera tilraun til þess að ná til fólksins og koma því aftur niður í byggð. Það gengur erfiðlega að berjast í gegnum skaflana á skarðinu. Þetta er ömurlegt færi, þið voru ekki til komist. Loks kemur björgunarsveitin að flutningabíl sem situr fastur. Við hlið hans er jeppabifreið í skafli og enn ofar í skarðinu er rúta. Farþegarnir í bílunum hafa beðið saman í marga klukkutíma. Fólki er flutt yfir í hlýja björgunarsveitabíla, vafið í teppi og nú þarf að komast aftur niður af skarðinu. Hvenær festist þú? Það var svona 8:30 morgun. Þannig að þetta er orðin alveg 9 klukkutímar? Já, verða það. Hefur þú lent í öðru eins veðri? Já, það er ekki oft en ég er svo lent í ýmsum veðrum en þetta er nú líklega með því verða svona. Eru þið ánægðir með þessa aðgerð? Já, við erum alltaf sáttir þegar aðgerðum líkur vel og allir komast heilir heim. Haldið þið eftir að vera í fleiri útköllum í dag? Það má alveg búast í því þegar veðrið er svona eins og það er núna en vonandi fáum við bara allir að vera heima. Björgunarsveitir voru að störfum víðar á Norðausturlandi. Skammt austan við brúna yfir Jökulsá á Fjöllum kom björgunarsveitin Stefán frá Mývatni ferðafólki til hjálpar. Það er langt síðan ég hef verið dæftur svona á leiðinni og ég er með 16 mannsina í bílnum, frakkar og þeir eru bara mjög ánægðir með þessu reynslu. Ferðamennir mynduðu það sem fyrir augu bar sem var nú ekki mikið í hríðarkófinu. Með herkjum tókst að draga blýþunga rútuna lausa og í Mývatnssveit mun fólkið bíða þar til fárviðrinu slotar.